Meðvirkni oft nefnt sem sökudólgur þess að ná ekki árangri í þeirri viðleitni. En hvað meðvirkni? Meðvirkni þegar maður ekki að fara eftir sínum eigin þörfum og löngunum heldur verðleggur annarra þarfir og langanir hærri heldur en sínar eigin. Það þýðir það að maður ekki að lifa lífinu fyrir sjálfan sig. Einu sinni þótti það nú dygð að vera að fórna sér fyrir aðra, það þykir ekki lengur eða hvað? Sko, það sem kannski við erum að komast að það að stundum þarf maður kannski að fórna sér í lífinu en stundum þarf maður þess bara ekki neitt og maður þarf svolítið að skilja á milli. Maður er að skilja á milli hvað langar manni til að gera og hvað það sem maður að gefa af sér að gleði og hvað það sem að maður ekki að gefa sér gleði og manni líður illa og manni finnst maður að vera þvingaður og óhamingjusamur. Þá eitthvað sem ekki allt í lagi. Hvað var þetta kallað hér áður fyrr heldurðu? Já, gæti það kannski hafa verið kallað að bíta jaxlinn og þegi hljóði og vera harmsinn í hljóði, var það ekki sagt? Mér dettur eitthvað svona í hug vegna þess að ég held að þegar við þurftum að vinna svona rosalega mikið í íslenska þjóðina þá kannski var ekki bara tími fyrir svona lag. Nú höfum við meiri tíma til þess að næra okkur og þroska okkur og gerum kannski aðeins meiri kröfur að okkur líði betur og að við séum hamingjusamari. Gefðu mér einhver dæmi svona algengustu meðvirknina. Já, kannski auðvitað mjög þekkt dæmi sem að varða kannski alkohólistafjölskyldur, það sem að alkohólistinn og ástand hans gerir það að verkum að allir hinir fara að sveiflast með og breyta hegðun sinni. En svo líka bara mjög mörg dæmi fólk sem hefur fengið kannski mjög strangt uppeldi og hefur breytt sjálfu sér til þess að þóknast foreldurum sínum eða umhverfinu. Líka fólk sem hefur lent í einelti, það breytir líka hegðun sinni og það þýðir það að það ekki það sjálft. Það náttúrulega alltaf það sjálft en það ekki að hegða sér eins og því eiginlegt. Það ekki að nýta hæfileikana sína, það í raun og veru alltaf að leita kannski eftir einhvers konar staðfestingu á frá einhverjum öðrum ágæti sitt í stað þess að finna raunverulega þessa innri staðfestingu. Oft talað náttúrulega að læra að elska sjálfan sig og að elska sjálfan sig náttúrulega við köllum sjálfsást og við tölum líka að vera sjálfselskur sem við segjum að sé neikvætt. En það að elska sjálfan sig felst kannski í að þora að vera mann sjálfur alveg nákvæmlega eins og mann og þurfi ekki að skamma sín fyrir það sem maður og í meðvirkni og erfiðum aðstæðum í æsku að þá skapast oft mjög mikil sektarkennd og skömm. Og hún getur verið bara viðvarandi tilfinning alla ævi, þannig að þó að þið gangi vel að þá upplifir samt sem áður skömm. Og þá skömm yfir hverju? Yfir í raun og veru bara sjálfriðir. Og það svona tvennt sem við leggjum áherslu á og það fyrst og fremst náttúrulega að skapa samband við sjálfan sig. Að ef þú ert ekki góður samband við sjálfa þig, að þá veist ekki kannski alveg hvað þú vilt og þú átt kannski erfiðleikum með að finna hvernig þú ert í samskiptum með aðra. Þannig að það nú það fyrsta sem við erum að byggja upp og það að byggja upp samband við sjálfan sig og átta sig á hvernig mann líður. Við hittum í lausninu oft fólk sem veit ekki hvernig það líður, þekkir ekki tilfinningar sínar, ekki að fylgjast með hvernig hugsanirnar eru kannski að skemma fyrir manni, af því að það sem maður hugsar það getur oft verið mjög neikvætt og þannig að við erum svolítið að vinna til að byrja með samband fólks við sjálft sig og svo sjálfsögðu samskipti við aðra þannig að fólk nái að vera það sjálft og það mikið frelsi. Þannig að þegar þú segir við erum að vinna, lausnin hvað það sjálfshjálpar samtök eða hvað það? Lausnin sjálfshjálpar samtök. Við höfum líka nefnt okkur baráttu samtök fyrir raunverulega því að fólk fái tækifæri til að takast á við meðvirkni. Meðvirkni hægt að takast á við líka í 12 spora samtökum og við höfum bara verið einn valkosturinn sem
það sem okkur fannst meira þurfa meiri leiðsögn og meiri aðstoð. Við höfum verið að vinna verkefni og við höfum verið að vinna í raun og veru eftir 12-spora leiðinni en við erum ekki með trúarbrögð inn í að fólk verður að fá að velja sína trú og þannig að þetta er náttúrulega fyrir alla alveg sama óháð trúarbrögð. En nú á það ekki við alla að vinna í hópum, er líka boðið upp á einstaklingsráðgjöf? Já, það er boðið líka upp á einstaklingsráðgjöf og svo eru þessi hópa tímar og svo eru náttúrulega þessi námskeið. Það sem er svo heilandi að það er ofta að fara af stað og ræða við annað fólk í góðum hópi. Þetta eru hópa sem eru alltaf sama fólkið í og að geta sagt hvernig manni líður og átta sig á að það er bara fullt af fólki sem líður eins. Er ekki einmitt mjög mikilvægt að sjúkdómsvæða ekki meðvirkni? Þetta er eitthvað sem við nánast öll erum á einhvern hátt með. Ég held að það sé bara mjög fín hugsun að meðvirkni hefur svolítið sjúkdómsvætt í gegnum alkohólisma en það er svo mikið fjölbreyttari í raunverulega orsakir og skiptir eitthvað máli hvort þessi sjúkdóm er ekki. Skiptir ekki bara máli að fólk nái einhvers konar bata og geti lifað frjálsu lífi. Og lifað því lífi sem því langar til að lifa. Áhugi á kraftlyftingum hefur stóraukist hér á landi og er Akureyri engin undantekning en þar er hægt að lyfta allan sólarhringinn. Við erum stödd hér í æfingarhúsnæði kraftlyftingafélags Akureyrar en hér geta menn lyft lóðum allan sólarhringinn og ótrúlegt en satt þá er bara nokkuð það að menn séu hér sveittir á næturnar að lyfta lóðum. Jú, við erum nýbyrjuð með sólarhringsopnum. Það er opið bara allan sólarhringinn og þjónusta bara á ákveðnum tímum. Og ég held sem mest svona vaktavinnufólk og fólk sem í störfum sem er lengi fram á nóttinni sem er að koma á kannski snemma á morgnana eða mjög seint á nóttinni. Og ánægt að geta hlaupið hérna inn þegar þið hendar? Já, ég held að flestir séu mjög ánægðir með það. Svona eitthvað sem vantaði á Akureyri. Það er engin annar líkastartastöð sem er með opið allan sólarhringinn. En samkvæmt tölum frá ISÍ þá hefur orðið mikil fjölgun iðkenda á undanförnum árum, bæði í lyftingasambandinu og kraftlyftingasambandinu. Hvað veldur þessum áhuga? Bara mikil og betrumbætt aðstaða til dæmis. Við erum alltaf búin að stækka við okkur hérna og þetta er alltaf að vera meira og meira. Og náttúrulega svo kemur crossfitið náttúrulega örugglega sterkt inn. Náttúrulega verður mikil sprenging í því og þar er náttúrulega verið að taka líka þessa greinar, hnébi og ristuðlyftu mikið. Og fólk kannski langar til þess að læra tæknina og þá náttúrulega leitar það til okkar. Og já, ég veit ekki. Alltaf sé ekki alveg það, sé crossfitið og svo kannski svona breyting á ímyndinni. Þetta er ekki bara einhverjir feiti kallar sem er að lyfta miklu þyngdum, þetta sé fyrir alla. Og konum hefur líka verið að fjölga mikið í þessari íþrótt. Já, alveg gífurlega. Ég held að stelpur sé svona átta sig á því núna að þóttu lyftir þungt, þá verður ekkert bara eitthvað svona hrikalega mössuð og þú getur alveg verið að lyfta þungu og verið mjög sterk en lítið samt bara venjulega út. En það er talað annars vegar kraftlyftingar og ólympískar lyftingar. Hver er munurinn á þessu tvennu? Munurinn þetta er eiginlega bara sitt hvor. Bara tvær ólíkar íþróttagreinar. Í kraftlyftingum er keppt í 3 greinum. Það eru hnébeygja, bekkpressa og ristuðlyfta. Og í ólympískum er keppt í snörun og jafnhendingu. Og þetta er bara 2 mismunandi greinar. Og þetta er ekkert nýtt áhugamál hjá þér. Þú ert búin að vera í þessu mjög lengi, eða ekki? Jú, og við bæði búin að vera í þessu bara frá því að hann var lengi vel í handbolta og ég fótbolta. Svo færðum við okkur bara úr því og fórum bara í lyftingar og við höfum bara heillast af því og verið í því bara frá við vorum 14 ára gömul. En hvað er svona skemmtilegt við þessa íþróttagrein? Eins og segir, þú ert búin að prófa fleiri greinar. Já, búin að prófa fullt. Ég sé bara svona bein-íþrótt. Þú færð bara akkurat það sem þú leggur inn, sem er kannski ekki alltaf með aðrar íþróttir. Og þú kannski færð alltaf þú getur alltaf sýnt þitt. Þú ert aldrei bara látið vera á bekknum eða bara með æfingum með eitthvað. Þú getur alltaf bara haft þess að þú vilt hafa það. En samkvæmt upplýsingum frá tollinum þá hafa þeir verið að gera mikið að sterum
upptækum núna á síðasta ári sem kannski gefur vísbendingu að steranotkun sé að aukast hérna á landi. Hvaða tilfinningu hafið þið fyrir því? Það hefur nú svolítið loðað við einmitt þessa grein. Já, algjörlega. En ég held samt að þessi steranotkun sé meira í þessum fitness geira. Það er búin að vera mjög mikil sprenging í þeim, í þessu fitness og vaxtarrækt sem náttúrulega haldin þannig 2 mót á ári hérna. Það er búin að vera mjög mikil aukning þar. Og þau eru náttúrulega ekki innan í þannig að það er ekkert lyfjaprófað. Þannig að í rauninni, þú veist, eru eiginlega bara svona 90% af því liði sem að setja eitthvað í sig, gera eitthvað svona ólulegt. Og meðan við í kraftlyftingafélagi erum náttúrulega innan í og við getum verið lyfjaprófuð hvenær sem bara mattaæfingu eða þannig að það er svona meiri áhætta, þannig að ég held að þetta sé meira verið að sé fólk sem er í þessum fitnessgeira sem að setja í sig heldur en kraftlyftingarnar. Já, ég held að síðan að kraftlyftingafélagið eða kraftlyftingasambandið fór inn í og hafi ekki verið nein full á lyfjaprófi nema held að þá kannski 1 eða 2 og það var þá eitthvað cannabis tengt held ég. En sem sagt, Alessandra, þú ert á leið á Norðurlandamót, en hvert svona stefnið þið í framtíðinni? Ég veit það ekki, bara eins langt og maður, ég veit það ekki. Ég læti þetta bara svolítið ráðast. Tek bara 1 mót í einu og sé maður bara til hvað dyr opnast á, hvort maður fá að fara á Evrópumót eða heimsmeistaramót eða hvað gerist. Já, mér langar bara að halda áfram eins lengi og get og halda áfram að bæta mig hægt og rólega. Sjá bara hvar það endar. Svona lokum, þið verður nú að gefa okkur einhverjar tölur. Hvað eru það að taka? Ég á 100 kíló bekkpressu, 172,5 í réttstöðulyfti og ég hef tekið 160 í hnipi. Já, ég á 325 í hnipi, 265 í bekkpressu og 310 kíló í réttstöðulyfti. Ekki slæmt það? Nei. Það er frekar fínt bara, maður vill samt alltaf meira. Við setjum tónlist í fókus í næsta þætti, miðvikudaginn 22. október næstkomandi.